fara þau fram í vetrargarðinum í Smáralind. 8 lög keppa nú í beinni útsendingu. Þið áhrifundu góðir úrslita áhrif á hvert þeirra verður framlag Íslands í Eurovision í ár. Tryggðu þér örugga og góða ávöxtun. Kynntu þér vaxtaþrep á glitnir.is. Get
Já, gott kvöld og velkomin í úrslita þátt laugardagslagana. Það heldur betur stórt kvöld framundan. Það komið að því að velja hvaða lag fer til Serbíu og keppir fyrir Íslands hönd í Eurovision. Spennan gríðarleg meðal keppenda lagana 8 og mér sýnir salurinn hér í Vetrargarðinum bara verið ágætt í stuði eða hvað? Má ég heyra ykkur? En það ekki einungis Íslendingar sem sitja við sjónvarpstækið og kjósa Eurovision framlag sitt hér á eftir. Því Írar, Pólverjar, Króatar og Rúmenar og fleiri velja einnig sitt framlag í kvöld. Á morgun verður því búið að velja rúmlega helming þeirra laga sem spreyta sig á sviðinu í Belgrad í maí. Það hafa eflaust rifjast upp margar góðar minningar við að heyra Eurovision syrpuna sem þau Páll Óskar, Selma, Sigga, Eyvi og Telma fluttu okkur hér áðan. En það voru þær systur Birna og Guðfinna Björnsdættur sem settu þetta atriði saman. Eigum við ekki að gefa þeim gott klapp? Söngatriðin sem við sjáum hér á eftir eru líka öll hin glæsilegustu en flytjendur lagana 8 hafa unnið dag og nótt að því að fullkomna söng, dans og búninga. Og Gísli, þú ert búinn að koma þér fyrir þarna í græna herbergi keppanda, ekki rétt? Jú, rétt Ragnhildur. Hér á allt eftir að verða á, suðupunkti þegar líður á kvöldið. En þetta sem sagt græna herbergi svo kallaða, sem að reyndar ekki grænt frekar en nokkur önnur sambærileg herbergi í sambærilegum viðburðum. En hérna bíða keppendur eftir því að verða kallaðir á svið, en sumir eru reyndar ennþá í sminki því að þetta eru mikið verk í mörgum tilfellum og jafnvel svo að það þurft að bjóða út á evrópska efnahagssvæðinu. Aðrir eru ennþá að tróða sér í búningana og við eigum eftir að sjá mikil tilþrif í þeim þegar líður á kvöldið og þetta verður svona, það eru margir mjög litríkir og skrautlegir. En hér verður sem sagt spennustigið hvað hæst hér í græna herberginu og viðbúnaður stigið náttúrulega eins og best verður á kosið því að hér erum við búin að koma fyrir hjartastöðtækjum og sprengitöflum og öðru sem að því líður en spennan verður náttúrulega hámarki þegar að keppendurnir stíga á sviðið og þegar þeir úttaugaðir stíga niður á sviðinu aftur þá ætla ég að taka þá tali. En nú komin tími til held ég Ragnhildur að byrja fjörið. Jú, við ætlum að fara að vinda okkur í fyrsta lag kvöldsins. Höfundur þess eini höfundurinn sem flytur lag sitt sjálfur í keppninni. Eftir glæsta frammistöðu hér í fyrri þáttum hefur hann verið kallaður hinn íslenski Míka, enda syngur hann í falsettu án þess að blikna. Æfingarnar hjá Davíð gengu vel í vikunni og í raun hafði hann meira áhyggjur af því að missa af símtali frá konunni sinni heldur en að missa nót úr lagi. Ástæðan einföld, hann á von á sínu fyrsta barni á næstu dögum. Áður en Davíð flytur okkur lag sitt In Your Dreams, þá skulum við skreppa í heimsókn til mömmans sem býður upp á vöfflur og ætlar að segja okkur allt það hvenær guttinn byrjaði að syngja. Já, Davíð var nú dálítið heppinn þegar hann var lítill. Því að það var varla til það hljóðfæri sem ekki var til á heimilinu. Og það var Karla bróðir hans að þakka. Svo að Davíð var nú fljótur að fara að pikka á hljóðfæri og raula með og það var mikið fjör. Síðan byrjaði þetta svona fyrir alvöru þegar Davíð fyrir í kór menntaskólans við Hamrahlíð. Það eru nokkrir þessir strákar sem að stofna söngkópinn Brooklyn 5 og sigra síðan söngkeppni framhaldsskólana. Og síðan þá hefur Davíð bara endalaust verið að gera eitthvað skemmtilegt. Og hvernig finnst þér lagið hans í keppninni? Sko ég nú mikil Eurovision áhugamanniska og mér finnst Davíð bara lagið hans Davíðs frábært, algjör snilld, ótrúlega grípandi lag og ég segi bara þetta rétta lagið og bara áfram Davíð. I get up and I crawl out of bed, thinking back on the dreams that I had. That's me. That's me. I was sitting there next to the queen. She was asking me where I had been. That's me. That's me.
Já, þetta var Davíð Olgeirsson með lagið sitt In Your Dreams sem að hann flutti snildalega og hann kemur hér kósveittur niður af sviðinu. Býtu, ég ætla nú að byrja á að fá að taka púlsinn. Hvernig? Þú ert bara svellkaldur. Svellkaldur maður. Helviti eftir magnaður. Nú mæðir samt allt á þér. Þú ert höfundur og þú gerir allt sjálfur. Já, þetta ég þarf að vinna öll skítverkin sjálfur. En ég ætlaði nú að fá annan söngvara. Ég prófaði 5. Síðan ákvað ég bara að gera þetta sjálfur sem er mjög fínt sko, því að þá þarf ég ekki að borga söngvara og á meiri pening fyrir bleiðum. Og engin hætt á að nokkur hefði gert það betur? Ekki nema þá helst bara Míka sjálfur. Það spurnum að tala við hann ef þetta fyrir út. Já, það er nú meira en að segja það að syngja svona í falsettu. Reynir þetta ekki mjög á raddbandinu? Þetta er ekkert mál, þó þú er í vandræðum með það. Þetta er ekki mál. Ég ætla ekki að reyna að leika það eftir, en þú óttast ekki að festast svona? Nei, ég held bara ekki og Gísli, þessi keppni er galopin. Hún vinnst hérna í kvöld, er ekki í fjölmiðlum síðustu daga. Þetta verður spennandi í kvöld. Látum þetta vera lokaorðin og nú farið þið inn í græna herbergið og slappið af. En við höldum keppnin áfram, Ragnhildur. Já, við ætlum að halda áfram. Hann Guðmundur Jónsson hefur samið hvern sálarsmellina á fætur öðrum. Hann virðist búið við leyndri uppskrift sem hann segir líklegast ekki svo glatt frá. Páll Rósinkrans flytur lag hans Gef mér von og á æfingum hér í Vetrargarðinum þá mátti sjá að þar var vanur maður á ferð. Annarkvort syngur Páll af fullum krafti eða hann sleppir því. Hann til dæmis raular ekki. Þessu komst Guðmundur Jónsson að þegar þeir æfðu